smá svona seiðaskoðun, getum við kallað. Hérna í þessu júlundakrommis kipili eða regganí, slatta seiði mína. Þau eru bara út allt búr, ég hef aldrei séð þetta áður hjá þeim. Það var vanlega verið þarna inn í það nú slattið þarna sko. Ég veit ekki hvað það sést, þetta svo lítið. Ég svipti öðrum fiskum úr búrinu, leyfði þessum að vera bara áfram. Vonandi sjáist. Vonandi það sjáist. Þetta agnar smátt. Jú, þetta sést. Það svo lítill skjárinn á vídeónu hjá mér, þannig að... Og ég náttúrulega gleymd að setja upp gleraugn. Jæja, svo hérna... albínó krybbapar. Kemur frá Elvar Erni Sigurðssyni. Þau eru hérna inni með hrogn eða jafnvel að sjórða að segðum. Þori ekki að gá, tími ekki að gá. Hérna eru reyndar rækjur. Nýlega búin að fá og það er allavega ein með undir sér. Þetta sem ég fekk í dýraríkinu. Það heita Neogardina Tiger. SPK Tiger. Flotta rækjur. En svona þarf að horfa svolítið vel á þar til þess að ég sé nú bara enga núna í augnablikinu. Það eru 5 hérna í. Já, það eru þarna undir, það er ekki þetta. Það er ekki þetta vídeó að það. Krabbi. Alveg pottþétt ekki með seiði. Svo næst er það er júlundakrommis líka, það er Merleri. Þau eru með hrogn og það er jafnvel orðið seiði, það var undir flatasteinum þarna við filterið. Föst upp undir því. Þetta kemur inn. Ég er með krybbapar, brikkardipar hjá þeim. Það ætla að leyfa þau að vera þangað til að seiðin fara að synda. Hérna er reyndar, já, fiskar í félum. Ok, nei. Hún er með upp í sér, einkenningin þarna. Hérna er síðan slatti af brikkardíseiðum. Og albínó ankýstruseiði. Reyndar að það er ungfiskar. Svona það er stórt. Vítu nú við, svo er það... Hér er svolítið að vonast til að hérna ein góbítegundin hérna sem sé að fara að regna. Hún er allavega ansi bústin í kellingin. Þetta er svona svolítið flotti fiskar. Gudgeon. Og hérna er albínó kall á ankýstri kall með hrogn. Þessi killifiskar hafa hann ekki gert það þá. Hérna eru endlerar. Endlergúbí. Slatta seiðum, það eru reyndar flest í öðru búri. Hérna vil ég meina að þessi killifiskar hafi hringt í gær. En ég tók ekkert mosan burtu og allt horfið núna allavega. Þeir eru nú reyndar duglegir að éta frá sér hrogninu.
eða hvort það er rognin eða seiðin eða hvort ekki, ég þekki það bara ekki. Ekki klára því. Hérna eru jóladagskramis rekan í seiði líka. Þau eru hérna eitthvað 10-12. Halda sig mikið við botninn. Þau eru nokkuð stór. Þetta eru orðnir fiskar bara, eða liggur við. Hvað svo? Svo eru hérna. Hérna eru diamantsigluðarseiði. Já, einn endler búinn að smeygja sér yfir. Það er ekki upp á honum. Hérna er brigardípar með rogn undir, eða jafnvel, ég hef ekki kíkt á þetta. En það var allavega komið rogn í fyrradag. Flotti fiskar. Mikið flotti fiskar. Það er það næst. Hérna er svona bara grams, það er ungfiskar af Bricardi og Yellow Lab. Þetta er svona bara í stækkun. Hérna er, já við kíkjum hérna á þessa. Hérna er svona hefðbundin kribbi. Kribbapar með seiði. Einhver ljónóttavél. Hérna er einn góbí tegundin. Þau voru með rogn á étið samdags. Var reyndar ekkert búinn að undirbúa neitt. Þetta er þarna 4 fiskar sko, það þýðir ekkert. Það þýðir ekkert. Gera eitthvað í því næst. Þetta er Mogunda. Hérna er Albinoa auratus og já, vantar kettlingu fyrir Albinoa auratus. Auglýsi hér með eftirbara Albinoa auratus kettlingu. Það eru 2 hérna. En það hefur ekkert gerst ansi lengi. Nú ætlum við að sjá. Hérna eru albínóseiði, angistur og eitthvað af endlerum. Og hérna er killiseiði. Þetta er reyndar ekkert orðið seiði. Þetta er orðið stór fiskur bara. Þeir eru hvað litir í mér. Þetta er killi hérna. Nú er ég að kíkja. Já, Styriatium. Þetta er svona bara gramsbúrið. Það fór pera hjá mér í gær. Það er ósköp svona freka dimmt hjá þeim. Það er bara önnur peran. Þetta er svona bara skipti og sölubúr. Næsta er rækjubúrið. Þar er komið ný seiði. Það er reynda nýja rækjur og ný seiði. Nýstokkað upp þetta búr alveg. Þarna sést nú í bírækjur. Og þarna ég veit ekki hvað það sést í þessari myndavél. Líka speglast ábyggilega hellingur. Hérna er allavega 3 hérna. Þetta er Garidina, hérna Red. Kann ekki seinna nafnið. Og síðan eru appelsínu gular rækjur hérna, eða appelsínu rauðar. Nei, fyrir ekki að það er Gardína. Já, það er
Já, þessar appelsínur, það er Dína Red. Nei, ég er alltaf að rugla maður, ég er alltaf að rugla. Man ekki hvað þessar appelsínur rauði þetta, í augnablikinu. En það er sem sagt Neogardina tegund. Sama og ég er með inni hjá stelpunin eða bara önnur týpa. Það er Tiger. Hér er líka, eða var, Neogardina Mustang en fékk daginn. En þær bara þoldi ekki. Það var ein dauð í pokanum þegar ég sótti og hún var að sjálfsögðu ekki reiknað á mig. Og en hinar hafa bara ekki þolað þetta heldur. Ég sá eina eitthvað 2-3 daga seinna svo bara búið. Nei, ég er að ljúga. Glæsilegt. Það er allan ein. Verra nú eða það er ekki ein. Sjáðu hana. Þessi hélt ég að væri bara horfin. Þetta er Mustang. Neogardina Mustang. Þá geta það nú alveg verið fleiri, það er vonandi. Ég hef bara ekki séð þar alveg síðan. Já, ég fékk þar á 5. þar áður. En það er ekki að marka þetta sést illa í sem gróðri, sko, þó maður sé að reyna að vakta þetta dót. Síðan eru hérna Seviluseiði frá Sevilum. Hérna þessi er náttúrulega ekki með unga. Þetta er Devil Filterskrimmt. Það er svona ýmisleg kvikindi hérna, sko. Það eru 11-12 korridor. Þarna sést hinum megin Sevilunar. Þarna er önnur. Þannig segið þið hérna frá þeim. Það er reyndar fullt af þeim hérna í stofubúrinu. Ég færði hellingaðan hingað. Sem var ganni mínu. Hérna reyndar færði fleiri fiska hérna. Ram og abistógrama. Það er nú mikið hérna sjást einhver þeirra Seviluseiðin. Ég var ekki svo, ég held ég fært allan á 30 pluss. Ég veit ekkert hvað ég lifaði þeim, þau voru svo agnar smá sumaðum og bara, já alveg helmingurinn, það var alveg agnar smá, sko. Ég efast að þau er bara þolað. Já, þessi hérna gamli rauður sem við kallum og Pink Lady, þessi hérna, þau hrygna bara, reglulega, 2-3 í mánuði stundum. Munar ekkert að þetta er bara gott held ég. Ég ætlaði nú bara svona að sýna ungviðið sem væri í ferli og væri hér í fætt eða á leiðinni. Þetta er gott. Takk í dag.